varnarmálasamningi Íslands og Bandaríkjanna fá Bandaríkin auknar heimildir á Íslandi á ný. Samningurinn var hins vegar hvorki ræddur á Alþingi né birtur. Ef það vill túlka svona ýmis ákvæði þarna í vondri trú, þá eru þarna sóknarfæri. Getum við treyst bandamönnum okkar til áratuga? Ég hef ekki trú að þetta gerist, en það hins vegar eðlilegt að við veltum þessu fyrir okkur. All it takes is a single tweet to completely change everything. Talið að farsímanotkun bílstjóra sé einn stærsti áhættuþáttur umferðarslysa í heiminum. Banaslys hafa orðið hér á landi sem á rekja til þessa. Að sjá bílnúmerið á hvolfi. Sólríkan haustdag árið 2006 rann upp stund sem íslensk stjórnvöld óttuðust mjög. Bandaríska varnarliðið sem hafði verið á landinu óslitið frá því seinni heimsstyrjöldinni pakkaði saman og fór. Þetta töldu íslensk stjórnvöld jafngilda uppsögn á varnarsamningnum frá 1951. Samningi sem gerður var í kjölfar seinni heimsstyrjaldarinnar í upphafi kalda stríðsins og veitti þáverandi hersetuliði Bandaríkjanna fasta viðveru og yfirráð yfir herstöðinni í Keflavík gegn því að verja Ísland fyrir óvinum kæmi til stríðs. Bandaríkjamenn voru því ósammála að brotthvarfið jafngildi uppsögn samningsins. Þeir túlkuðu hann sem svo að þeir þyrftu ekki að vera á staðnum til að verja Ísland. Þeir kæmu bara ef eitthvað gerðist. Sjálfir þyrftu þeir ekkert lengur á herstöðina að halda. Íslenskir ráðamenn voru ekki í neinni samningsstöðu. Urðu að sætta sig við ákvörðun stórveldisins í sambandinu. Við munum áfram geta treyst því að verði okkur ógnað þá muni Bandaríkin bregðast til varnar með allir sinni hernaðargetu. En við þetta hætti herstöðin að vera bandarísk og bandarískt yfirráðasvæði. Það þýddi að vildu Bandaríkjamenn eiga á ný fasta viðveru hérlendis þyrfti að leita samþykkis eða heimildar Íslendinga fyrst. Því herstöðin, sem í dag kallast öryggisvæði, íslensk. Það kom því óneitanlega dálítið óvart þegar að þessar vélar birtust allt í einu hérna innan við áratug síðar, árið 2014. Þetta eru P8 kafbátaleitavélar, hátæknigræjur af dýrustu gerð sem allt í einu var mikil þörf á. Líklega kom þetta þó engum jafn mikið á óvart og íslenskum ráðamönnum á þessum tíma. Því samkvæmt heimildum Kveiks fengu þeir ekkert að frétta af málinu fyrr en vélarnar voru hálfnaðar yfir hafið á leiðinni hingað. Og hvað með skilmála varnarsamningsins að semja þurfi fasta viðveru fyrirfram? Bandaríkjamenn vita fullvel hversu miklu máli nákvæmt orðalaga skiptir. Þess vegna eiga þessar vélar alls ekki fasta viðveru hérna. Þær eru hérna mánuðum saman, fara svo og aðrar vélar koma í staðinn. Tæknilega séð í samræmi við skilmála varnarsamningsins, í það minnsta eins og Bandaríkjamenn túlka. Það alveg hægt að segja að þetta hefði mátt bera að með öðrum hætti, en þegar upp staðið, það hefur samstarf verið gott, það hefur samningur verið gerður og það ekkert sem enn sem komið sem segir okkur að þetta standi ekki. En ég ætla ekki að vera að blauta á bak við eyrun. Það eru áherslubreytingar hjá Bandaríkjastjórn, nýrri Bandaríkjastjórn og við þurfum að fjölga okkar stoðum. Ég vil gjarnan að við Íslendingar förum í enn frekara samstarf við Kanada og Noreg og til og með Bretland gott, en ég sé fram á það að við þurfum að leggja enn frekari áherslu á það samstarf. Eins og líka bara við restina af Evrópu. Og ég sé það til að mynda að Norðmenn hafa gert samkomulag við Evrópusambandið öryggi. Ég vil gjarnan að við Íslendingar tökum það samtal líka við Evrópusambandið til þess að svona fjölga þessum fótum fyrir okkar eigið öryggi. Utanríkisráðherra boðar þarna ákveðin tíðindi. Að skjóta þurfi fleiri stoðum undir varnir Íslands en aðild að NATO og samningnum við Bandaríkjamenn. Sem stendur eru það samt stóðirnar sem margir telja að það við lítt breyst frá því að upphaflega var samið þar. En svo hreint ekki. Frá því að varnarsamningurinn var undirritaður 1951 hefur honum verið breytt afar sjaldan, þrisvar svo einhverju nemi. 2006 var það auðvitað eins konar skilnaðarsamningur þegar Bandaríkjamenn fóru og Íslendingar tóku allt yfir hér. 2016, 2 árum eftir að segja má að Bandaríkjaher hafi verið á einhvern hátt stúin aftur, var gert samkomulag sem sneri þá aðalega því. En umfangsmeiri samningur var undirritaður 2017 sem fæstir fréttu þó af.
því hann var ekki ræddur á Alþingi og ekki ræddur í utanríkismálanefnd og ekki birtur í stjórnartíðindum, raunar hvergi birtur opinberlega á Íslandi. Kveikur fann hann hjá bandarískum stjórnvöldum. Við þetta hafa þjóðréttarfræðingar sem Kveikur hefur rætt við einkum tvennt að athuga. Annars vegar sé stjórnarskráin skýr að bera þurfi þjóðréttarsamninga undir Alþingi og birta þá opinberlega. Ef ég bara ber þetta sem svona sem prófessor í lögfræði, það eru, ef maður hugsar allt sem snertir EES-samninginn, þá mjög auðvelt aðgengi að öllu sem viðkemur honum. Ef þú skoðar þessi varnarmál, þá er það bara vesen. bara vesen að skoða þetta því að þetta er allt svo einhvern veginn dulið og erfitt að nálgast svona grundvallar upplýsingar stöðu mála, bara svona staðreyndir. Þannig öll þjóðfélagsumræða verður ofboðslega skökk að það er svo fáir utan stjórnkerfisins sem vita eitthvað hvernig þetta er. Hitt sem líklega stærra eru þær heimildir sem Bandaríkjaher eru færðar í þessum nýjasta varnarsamningi. Og það er rétt að ítreka, 2006 fór Bandaríkjaher. Þetta er ekki lengur bandarísk herstöð, heldur íslenskt öryggisvæði. En í 4. grein þessa nýja samnings er talað operating locations. Ísland skal gera Bandaríkjunum án endurgjalds aðgengilega alla starfsaðstöðu operating locations og skal gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja óhindraðan aðgang að og notkun á slíkri starfsaðstöðu án þess að Bandaríkin greiði Íslandi, íslenskum ríkisborgurum eða öðrum aðilum nokkrar bætur vegna slíks aðgangs eða notkunar. Í raun voru svipuð ákveði í gildi á meðan herinn var hér en þá var herstöðin líka bandarískt yfirráðasvæði. En það sem segir líka í samningnum er að stjórnvöld beggja ríkjanna geta skilgreint fleiri svona operating location með gagnkvæmu samþykki ríkjanna. Fræðilega séð, þá sé ég ekkert því til fyrirstöðu, samkvæmt þessu, að það væri hægt að skilgreina bara mjög stór landsvæði hérlendis sem operating location án aðkomu Alþingis. Og það finnst mér sérstakt. Og ég vona hreinlega að þetta sé kolrangt hjá mér, en því þetta hljómar svo einkennilega. Og í 9. grein er talað að Íslendingar gæti öryggissvæða og hersveita þar. Íslensk stjórnvöld skulu gera þær ráðstafanir sem nauðsynlegar eru til að tryggja vernd, öryggi og velferð bandarískra hermanna, eigna Bandaríkjanna og verktaka. Bandarískum herafla skal heimilað að beita öllum þeim réttindum og heimildum sem nauðsynleg eru vegna notkunar, reksturs, varnar eða stjórnunar starfsaðstöðunar. Þar með talið réttinum til að gera viðeigandi ráðstafanir til að tryggja agavörslu og vernd bandarísks herafla, eigna Bandaríkjanna og verktaka. Hvernig stendur á því að þessi samningur var hvorki ræddur né birtur? Já, í utanríkisráðuneytinu virðist á þessum tíma hafa ríkt sá skilningur að þetta væri ekki nýr samningur, heldur tæknileg útfærsla á einhverju sem hefði verið samið og það væri nóg að embættismaður kvittaði undir hann. Og þetta meðan hafi ekki verið birtur, það sé handvömm. Þjóðréttarfræðingar sem Kveikur hefur borið samninginu undir segja þetta ekki standast. Í honum felist kvaðir afhendingu lands og kvaðir gæslu erlends herliðs. Slíkt hefði ávallt átt að bera undir Alþingi. Þú veist náttúrulega ekki ráðherra á þessum tíma en þú út í pólitík hefðir ekki viljað fá að ræða þetta. Hefði það ekki verið eðlilegt að þetta hefði farið? Ef þetta væri EES-samningurinn þá væri væntanlega logandi staðn á milli. Það hefur verið allt of mikið feimnismál í íslensku samfélagi að ræða öryggi, ræða varnir. Og ég tel að það sé bara einfaldlega komið tími til þess að við erum að gera það. Ég gera það kannski svolítið harkalega, ég er svolítið að taka plásturinn af þessu máli. Viðmælendur Kveiks í stjórnmálum og stjórnsýslu skiptast í 2 hópa í skilningi sínum á því sem samið hefur verið í varnarsamningunum. Sumir telja yfirráð Íslendinga skýr og óumdeild að Bandaríkin þurfi ávallt að leita heimilda til hvers kyns aðgerða hér á landi. Fleiri hafa áhyggjur af óljósum skilgreiningum og telja þvert á móti að þær hefði heldur verið útvíkkaðar, að Bandaríkjamenn geti auðveldlega teygt og togað heimildir samningsins í allar áttir, rétt eins og þegar kafbátaleitarvélarnar birtust óvænt 2014. Í raun geti Bandaríkjaher tekið völdin hérlendis með vísun til herógnar sem hvergi er þó skilgreind.
þá það venjulega þannig að Ísland þarf að veita samþykki sitt fyrir komu herliðs en á tímum military emergency þá ákvæði, samningsákvæði sem felur í sér að slíkt samþykki veitt eftir á af hálfu íslensk stjórnvalda. Því raun og veru að bandarískur her getur komið hér og gert það sem að hann telur rúmast innan þessara neyðarheimilda vegna hernaðarástands og spyr svo íslensk stjórnvald eftir á, ekki til í þetta? Jú, svona nokkuð veginn. Ef það vill túlka svona ýmis ákvæði þarna á, hvað maður segja, í vondri trú, að þá þarna sóknarfæri meðal annars þetta military emergency. Hver skilgreinir hvað military emergency? Það í rauninni að Bandaríkin geti gert þetta afar ósennilegt því að við höfum bara reynslu af því þegar til að mynda herinn fór hér 2006 þá fengum við Íslendingar algjör yfirráð yfir öryggissvæðinu, við höfum byggt það upp, við höfum átt í góðu samstarfi við vinaþjóðir okkar, þannig að eins og ég segi, ég undirstrika samstarfið og samtalið við Bandaríkin þess eðlis að ég hef ekki trú að þetta gerist, en það hins vegar eðlilegt að við veltum þessu fyrir okkur og við skoðum okkar sviðsmyndir í þessa veru, því að einmitt á þessum tímum, þegar við erum á krossgötum, þá verðum við sem erum í pólitíkinni að velta við öllum steinum, ekki út frá einhverju flokkspólitísku sjónarmiði, heldur út frá hagsmunum landsins okkar og það eru þeir sem eru fyrst og síðast undir og þá verðum við að skoða alla hluti og til að mynda það hvernig og hvort varnarsamningurinn gildi í öllum aðstæðum. Og þegar hagsmunir Bandaríkjanna á Íslands rekast á. Fyrir ekki svo ýkja löngu hefði það þótt óhugsandi með öllum, en í dag óneitanlega hefur Bandaríkjaforseti lýst með nokkuð afgerandi hætti þeirri skoðun að fyrir Bandaríkin síða þjóðaröryggismál að ná yfirráðum yfir Grænlandi. And I think Greenland's going to be something that maybe is in our future. I think it's important. It's important from the standpoint of international security. So here's the thing that I think a lot of folks don't appreciate about Greenland. It's really important to our national security. There are sea lanes there that the Chinese use, that the Russians use, that frankly, Denmark, which controls Greenland, it's not doing its job and it's not being a good ally. Merkilegt nokk eru grænlendingar með tvíhliða varnarsamning við Bandaríkin frá árinu 1951 rétt eins og Íslendingar. Og það ekki nema 1,5 ár frá því að Danir undirrituðu nýjan tvíhliða varnarsamning við Bandaríkin í stjórnartíð Joe Bidens. Denmark is one of our greatest allies and most reliable friends, closest friends, and on lockstep in every global issue that we've been engaged in. Stjórnarandstöðu þingmenn í Danmörku hafa undanfarið lýst þeirri skoðun sinni að segja ætti samningnum upp. Það væri hreint feigðarflan að heimila veru bandarískra hermanna á herstöðvum í Danmörku við þessar aðstæður. En lína stjórnvalda svo sama og á Íslandi, að Bandaríkin séu mikilvægasti bandamaður Danmerkur við varnir landsins. Bjarni Már Magnússon segir að danski samningurinn sé þó mun skýrari en sá íslenski. Hann ekki svona bútasaumur eins og þessi varnarsamningur upphaflega orðin með öllum síðari samningum. Þar eru mun meiri fyrirvarar á alls konar hlutum. Þurfum við ekki aðeins að hafa smá áhyggjur af þessu? Jú, það það sem að ég segi. Ég ætla ekki að hafa áhyggjur af því, en þetta vinna. Og ég segi, ég ítreka það að við Íslendingar, við eigum ekki að vera hrædd þjóð, en við eigum að vera þjóð á varðbergi og við eigum að vera þjóð sem undirbúin. Og þess vegna tel ég að það engin tabú þegar kemur að spurningum, vangaveltum. Við þurfum að halda áfram að byggja undir varnarsamninginn. Hann til staðar, það enn í dag, ekkert með okkar samskipti við Bandaríkin, ekkert sem að bendi til þess að hann standi ekki. En það þarf að vinna í honum og það þarf að skýra ákveðin atriði út frá einmitt nútímanum eins og hann í dag. Allt rétt sem þú sagði með Danir. Þeir eru meðan uppfærðari, við þurfum að uppfæra hann ef hægt að segja svo. En vangavelturnar í Danmörku einmitt bara út af Grænlandi eru kannski líka með öðru móti heldur en akkurat hér. Hitt síðan að það áhyggjuefni hvernig að mínum að Bandaríkin að nálgast Grænland. Það það. Það verður að virða fullveldi, það skýrlína af okkar hálfu, fullveldi þarf að virða, sjálfstæði þarf að virða, landamæri þurfum við að virða. Þannig að allt þetta brölt Bandaríkjanna varðandi Grænland, það ýtir enn frekar undir það
að Evrópuríkin líti svolítið inn á við og segja hvað getum við gert til þess að styrkja okkur og okkar svæði, okkar yfirráðasvæði, okkar öryggissvæði. Við leituðum fyrir okkur í Washington að greinanda sem þekkti til Trump-heimsins og ræddum við Luke Coffey. Hann vann lengi hjá Heritage Foundation þar sem Project 2025 var samið, áætlun sem Trump-stjórnin hefur í mörgum lykilatriðum fylgt. Coffey hætti reyndar hjá Heritage þegar hann taldi Trump ótækan til endurkjörs. I work at an ideologically conservative think tank, so I'm fairly plugged into a lot of the thinking on these issues amongst conservatives. And I've not once heard anything said about Iceland in a manner that would make me concerned. Now, that being said, we know how this president works, and all it takes is a single tweet to completely change everything. En hann segir þó engum vafa undirorpið að í Washington sé stóraukin meðvitund mikilvægi norðurslóða. Well, I think the importance of the high north or the Arctic region is becoming more noticeable here in Washington. This probably is shown by some of the recent comments made by President Trump as it pertains to, let's say, Canada or even Greenland. And from a North American point of view, countries like Iceland, countries like Greenland are vital to the defense of North America. Hann endurómar það sem hefur lengi staðið í þjóðaröryggiskjölum vestra, að Ísland sé framvörðurinn í vörnum austurstrandar Bandaríkjanna. Án aðstöðu á Íslandi, án kafbátaleitarinnar, væri leiðin greið fyrir rússneska kafbáta hið svokallaða Gíuklið, alla leið upp að ströndum Bandaríkjanna. Og ef Grænland á radar Bandaríkjaforseta, þá Ísland næst. I don't think Iceland has anything to worry about right now. I think most of the focus of the Trump administration in the high north is, for better or for worse, certainly for worse if you're Greenlandic or Canadian, is focused on Greenland and Canada. But even I don't really believe that President Trump is going to invade Greenland. I think what he would like is probably some sort of new arrangement, new agreement, new bilateral agreement with Greenland, which in practical terms is difficult because right now Denmark would also have to be a part of it. Það má auðveldlega færa rök fyrir því að tal ráðamanna vestra þjóðaröryggi og mikilvægi Grænlands fyrir varnir meginlands Bandaríkjanna geti að mestu átt við Ísland líka. En annað sem Bandaríkjaforseti hefur nefnt í framhjáhlaupi á alls ekki við á Íslandi. Grænland býr yfir náttúruauðlindum. Úran, járn og sjaldgæfir jarðmálmar sem mikil eftirspurn eftir, ekki síst fyrir hátæknitól, eru þar til í nokkru magni. Við strendur Grænlands má svo jafnvel finna olíu og jarðgas. Þetta á ekki við Ísland. Það augljóst að þessi málaflokkur mönnum bæði innan stjórnmála og stjórnsýslu ofar í huga en verið hefur langt árabil. Þorgerður Katrín orðar sínar vangaveltur á diplomatískan hátt, talar mikilvægi þess að skjóta fleiri stoðum undir varnir landsins en felist í aðild að NATO eða varnarsamningi við Bandaríkin. Samstarf við fleiri ríki sé mikilvægt og við Evrópusambandið að fyrirmynd Norðmanna. En hún talar líka mikilvægi þess að við bætum sjálf í. Því ég búin að fá nokkuð skot á mig nú þegar á svona óformlega skot að það alveg ljóst að 49 þegar við urðum aðilar að NATO, þá vorum við ennþá þróunarland. Við vorum fátæk þjóð og herlaus. Við erum komin núna í hóp þeirra ríkja sem eru hvað ríkust í heimi. Og þá verið að senda og benda á okkur og segja, býtu, ætlið þið ekki að gera eitthvað meira? Vináttúrssamband nær ekki nema svona ákveðland. Eftir það taka bara við ískaldir hagsmunir. Hvað ertu að gera fyrir mig? Hvað höfum við fram að færa fyrir utan að vera bara akkurat þar sem við erum í hafinu? Það sem að við... Og hvað þurfum við kannski að gefa í? Já, við náttúrulega til að mynda með því að styrkja mínum að í gæsluna. Eftirlitshlutverk gæslunnar. Ég held að það muni skipta máli. Fleiri þyrlur, fleiri skip, öflugri radarar. Það allt nýtist síðan í borgaralegum tilgangi líka. Og ég sé líka fram á það að við getum í ríkari mæli þjónustað fleira heldur en kjarnorkukafbátum hér við landið. Eins og hvað? Já, bara kannski þjónustöða meira. Við getum séð þá kannski leggja upp á fleiri stöðum, hugsanlega við hafnir. Það hefur komið til tals, ég allavega útiloka ekkert svo lengi sem að uppfyllir allar reglur, öryggisreglur og fleira. En ef það getur orðið til þess að sýna fram á það að við erum til að mynda að spara Bandaríkjunum
$100.000 með því að þurfa ekki að sigla til Skotlands eða Noregs til þess að fá þjónustu, að þá það hluti af svona mynd sem að byggjast upp að við erum að gera það sem við getum og erum verðugir bandamenn. Við þurfum að halda áfram að skoða bæði hafnirnar okkar. Það ákveðnir vegir líka á landinu sem hægt að skilgreina og fella undir svona sem varnar innviði, og það eru fullt af hlutum í íslensku samfélagi sem eru skilgreindir sem varnar innviði. Við verðum að passa upp á þá, við verðum að byggja þá upp, en líka að vera ríki sem svona klettur hér í miðju Norður-Atlantshafi sem ákveðin útvörður fyrir bæði Evrópu og Bandaríkin þegar kemur að öryggi. Rússarnir eru ekki hættir. Rússarnir eru ekki hættir. Einhvers staðar